Velkomin í Eldum Íslenskt. Í þessum þætti ætlum við að skoða íslenskt nautakjöt. Við ætlum að kíkja upp í Kjós og hitta hann Þórarin Jónsson. Hann ætlar að fræða okkur nautatungur, sem svolítið skemmtilegt vannýtt álegg sem allir ætti að prófa. Og svo ætlum við að kíkja til hennar Margrétar, skólastýru í Hússtjórnarskólanum. Og hún ætlar að kenna okkur að gera alvöru gamaldags nautasnitsel. Hrefna Rósa Sætran, hún kann að krydda matinn og kannski lífið í leiðinni. Og hún ætlar að kenna okkur að gera nautasnitsel á nýja mátann. Ég heiti Þórarin og ég ætla að sýna ykkur svona snöggvast fara gróflega í gegnum það hvernig maður reykir nautatungu sem algjört lostæti. Við byrjum á því að pækilsalta tungurnar. Þá tökum við svo kallað pækilsalt og erum með svona cirka 10% pækilsalt. Upplausnin 10%. Látum tungurnar vera í pækilsaltinu í 2 vikur. Allavega 2 vikur, 14-15 daga. Og síðan eru þær hengdar upp í sérstakar grindur og settar í reykofnin. Og þetta reykofn. Reykir undir þrýstingi. Þannig að það tekur tiltölulega skamman tíma að reykja tungur. Við gerum að 2,5 tíma að reykja nokkuð margar svona tungur og notum til þess innflutt sag sem sag af ávöxtatrjám líklegast, svona aðkipt. Það líka hægt að hafa borðaði bara saltaðar en reyktar og saltaðar svona vinsalast. Góðan daginn og velkomin í Hússtjórnarskólann Reykjavík. Núna ætlum við að vera með nautasnitsel á gamaldags máta. Við ætlum að velta nautasnitseli upp úr eggi og brauðraspi og steikja pönnu með smá lauk, svona kartöflur, búið. Nú ætlum við að skera kjötið niður. Við skera svona í það bil sentimeters þykka sneiðar. Leggja hérna til hliðar. Því svo ætlum við aðeins að pínu pansabanka þær. En þetta það meyrt kjöt að við þurfum ekki að berja neitt mikið. Og síðan ætlum við svona aðeins að berja á það með svona hamrinum. Svona pínlítið. Svona. Hérna erum við egg og búin að setja smá mjólk í eggið. Hérna erum við brauðrasp sem við ætlum að setja salt og pipar í. Þetta brauðrasp heimalaga brauðrasp. Það fellur alltaf til svo mikið af endum á brauð á heimilinu. Eða krakkan segja, þetta brauður út inn í borði geta brauðið svo þurrt. Vitið, þá bara þurrkum við þenni í bakáröfni og setjum það í matavinnsluvélina. Og þá erum við komið með brauðrasp. Og svo sláum við eggið í sundur. Höfum smá mjólk í. Mér finnst það reynast betur að setja smá mjólk út í. Og það svona við tollir betur á kjötinu. Þeytum þetta svona í sundur. Hækka undir pönnunni. Og ég set smjör á pönnuna. En smjörið þolir ekki svo mikinn hita eins og olía. Þannig við setjum svona smjör á pönnuna. Og síðan setjum við smá af ísjó 4 olíu til að smjörið þoli meiri hita. Og nú bíðum við bara eftir að hitinn verði nógu mikill á pönnunni. Það þýðir alls ekki að fara að steikja pönnunni þegar hitinn ekki meira en þetta. Þegar ég sé fyrir mér íslenskan mat, þá sé ég ekki bara fyrir mér tilveru grundvöll þjóðarinnar og hrausta og útitekna bændur sem að sjá til þess að við sveltum ekki í þessu landi. Heldur sé ég fyrir mér afbragðshráefni á heimsmælikvarða, lamb og naut og skyr og smjör, brakandi ferskt grænmeti og nýjar kryddjurtir. Hægt að biðja eitthvað betra? Jæja, nú smjörið orðið vel heitt og þá ætlum við að fara að velta upp úr egginu fyrst. Og þegar maður að gera einhver magn að þá nennir maður ekki endilega að nota gaffal og svoleiðis. Það nota stund bara hendurnar heima hjá sér. Og setir á pönnuna. Hérna fyrsta sneið. Þetta svona alveg típist svolítið svona gamaldags og gott og heimilislegur matur. Svo ætlum ég að skella með þessu lauk og leyfa honum að steikjast með.
Þetta er rauninni sama aðferðin, sama hvaða kjöt við erum að steikja upp úr raspi, eða með raspi utan á. Við setjum eggi fyrst, brauðrasp á eftir, höfum góðan hita undir, svo þegar við snúum þessu við, þá lækkum við. Þá steikist það í gegn og brúnast hægt og rólega á seinni hliðinni. En nú ætlum ég að setja laukinn með sem ég er búin að sneiða hérna niður. Það nú varla pláss fyrir blessaðan laukinn hérna á pönnunni hjá okkur. Jú, við gerum bara pláss. Setjum laukinn hérna með. Þetta er nú hálf klúðuslegt, veist mér. Jæja, næri ekki lengra. Setjum allan laukinn með. Svona. Og svo er eitt þegar við erum að steikja. Það er sama hvort við erum að steikja á pönnu eða grilli eða hverju sem er. Við notum aldrei gaffal til að stinga í kjötið. Aldrei nokkuð tíman. Því þá hleypum við öllum kjötsáðan út. Við notum ykkur að 2 spaða til að snúa með, aldrei að stinga í kjötið. Not gaffalinn bara til að styðja við. Svona. Á meðan kjötið er að steikjast, þá ætlum við út í hrásalat. Og við ætlum bara að gera einfalt, gott hrásalat. Gerum bara skeruna sem er passlegt fyrir skálina. Og allt grænmeti sem ég með erum við búin að skóla. Og grænmeti skólum við alltaf í köldu vatni. Annaðhvort skerum við þetta eða bara við rífum þetta salat. Bara sér svona beint í skálina. Gúrkuna er ég búin að þvoa. Gúrkuna getið afhýtt. Gúrkuna getið tekið sem sundur, þið getið skorið innan úr henni viljið. Ég tími því nú ekkert sko. Sker hana bara svona í bita. Og svo skulum við hafa tómatana. Og það er eiginlega heppilegra að hafa tómatana í bátum. Heldina í þunnum sneiðum, þau eru með svona. Því ef það er í þunnu sneið þá verður það svona, hvað maður segja, þetta verður svona kásukent allt. Það gæti nokkuð einfaldara. Ekki að laukinn í svona þunnum lekkru sneiðum. Það er ekkert gaman að hafa rauðlauk í svona ef maður hafa svolítið þunnan og lekkran. Þannig, við getum nota heilan lauk í svona, losið svona hringina bara í sundur. Svolítið stöðum ekki að taka þetta í sundur svona. Og svo papriku. Hann er ekki lengi verið að gera smá salat. Engur setja smá svona lampa. Sko þið getið setta svona meðfram í heilu lagi. Þið ráða alveg hvað þið gerið. Mér finnst það svolítið sætt. Jæja, nú erum við hérna með 2 áhöld og skulum aðeins blanda þessu saman á lengri haldi. Því þegar nú er skálinn bara að verða lítil fyrir þetta. Þetta fer nú að verða svolítið svona groddarlegt hjá okkur. Þannig, ekki bara hafa þetta svona. Salati afganginu hráefninu geymum við, setjum inn í ískáp, plöstum við og geymum. Við hendum engu svona. Eða með papriku sem er þreytt og svona slöpp og svolítið ljót, þá skerum við hana niður og frystum hana í litlum pokum. Tilbúin út í pottrétt eða pönnuna eða hvað sem er. Við hendum aldrei svona mat. Nú er okkar fína snitsel tilbúið. Ógætt að lítið vel út. Aðeins hérna laukurinn er svona fallegur og fínn. Það er bara atriðið með svona lauk að láta hann ekki verða allt á brúnan, hann þarf að krauma svolítið svo þau séu ekki með hráan, steiktan lauk. Það er ekkert gaman. Leyfa hann svona að vera svolítið svona vel kraumuð. Þetta snitsel lítur alveg ljómandi út. Fallega brúnt. Hérna megin, sjáu hérna, mjög fínt. Þá ætlum ég bara að slökkva hérna undir og raða hérna snitselinu á pönnuna. Á pönnuna segja á fatið. Þetta hérna, þá er laukinn svona svolítið yfir. Þetta er óskaplega fínt hjá okkur. Segir maður sig ekki ánægð með þetta sem við erum að gera hérna. Enda er þetta algjör lúxusmatur. Þannig.
Og það væri ekki vitlaust að setja smá sítrónu með þessu. Svo erum við hérna með kartöflunar, nýjar kartöflur sem við erum búin að sjóða og við erum sko akkurat ekkert að afhýða þær. Það var nú bara alveg synd að vera að afhýða þær. Setja bara fatið með hérna. Held að við ættum að setja með þessu sítrónubáta. Ég held að það kemi ansi fallið út því að sítróna með svona löguðu óhemju góð. Það gerir mjög skemmtilegt bæði lit og annað að hafa sítrónu með. Og skerum hana bara í báta. Það nú steinar í þessari sítrónu en við bara fólk verður bara að eina sneið viðbót. Þá fá allir, þetta 5 sneiða, þá fá allir eina sítrónu. Svona. Þetta lítur betur út. Svo getum við sett smá steinseli ef við viljum, það var svolítið gamaldags. Svona skreitt svona með steinselibúnti, einhverja svona. Það gefur lit. Allt gefur þetta haldið svona hugulegt. En aðtöðu allt grænmeti og svona sem fer að fatið allt þvegið. Þá er komið nautasnitsel, nýjar íslenska svona kartöflur, sítróna með og hrásalat. Gjörðu þess vel. Það er ekki nóg að gera bara eitthvað svona með stál og hníf. Við ætlum að láta Óla Þór Matís kenna okkur að stála almennilega. Beittur hnífur ekki hættulegur hnífur. Bitlaus hnífur hættulegur hnífur. Þegar við stálum hnífa til þess að auka skerpun í þeim, það er einföld aðgerð. Á flestum heimilum þetta orðið til, þetta sem menn kalla stál, þetta reyndar úr keramík en gerir sama gagn. Við höldum létt á hnífnum, við leggjum eggina af stálinu og rennum niður. Förum upp og hinum einn. Upp og hinum einn. Passa það að höggva ekki í stálið því það gerir ekkert gagn, heldur það er þessi stróka sem gerir það verkum að óhreinindi og fita og annað sem hefur lagst á eggina og tekur út bitið fer í burtu við þessa stróku. Nú ætti hann að vera orðinn sæmilega hreinn. Komið sæl, Hrefna heiti ég og er að vinna á fiskmarkaðnum. Ég ætla að útbúa fyrir ykkur núna íslenska nautalund, svona snitselstíl með íslensku smelki-salati og þá er bara að byrja. Ég er sem sagt með nautalund en það má nota hvaða vöðva sem er af kjötinu. Tekum við nautalundina, skerum hana niður í aðeins mjórri sneiðar. Svo er gott að berja kjötið smá út með svona kjöthamri. Það þarf nú samt ekki mikið ef maður er með svona myrt kjöt. Kannski aðalega maður er með filli eða þannig. Svo ætla ég að byrja að sjóða þessar kartöflunar. Ég ætla að sjóða þær í saltvatni því að þá kemur svona smá saltbragð inn í kartöflunar. Það er að setja bara salt utan á. Þá fara þær út í. Þær taka nú ekki langan tíma, þetta er svo litlar. Og svo er ég með svona wasabi hnetur sem ég ætla að taka í morteli. Þetta er sem sagt bara svona húðarhnetur. Og inni er jarðhneta. Við viljum að það smá svona. Svo þegar maður er búinn að mylja hneturnar, þá ætla ég að taka þær og blanda þeim við svona brauðrasp sem við ætlum að setja utan kjötið.
Svo er gott að krydda líka brauðraspinn. Þá kemur bragð í hann með salti og pipar. Svo ég blanda það bara saman. Svo tökum við kjötsneiðarnar og veltum þeim upp úr brauðraspinnum. Ég er ekki að setja neitt egg eða hveiti eða þannig eins og er gert venjulega. Bara hafa þetta svona aðeins hollara. Þá er það komið. Og á meðan ég er að bíða eftir að kartöflurnar eldist, þá ætla ég að útbúa svona jógúrtdressingu úr grískri jógúrt. Svo halva dós. Svo ætla ég að setja hvítlauk sem ég ætla bara að raspa út í með svona rifjárni. Og svartur pipar. Og salt. Svo er ég bara að steikja núna kjötið. Þá er ég með hérna pönnu sem ég ætla að hafa bara á lágum hita til að brauðraspurinn brenni ekki á pönnunni. Byrjum á að setja olíu. Svo kjötið. Ég ætla bara að elda kjötið á pönnunni, ég ætla ekkert að setja það inn í ofn. Ég ætla að bæta vorlauk út í grísku dressinguna. Söxum hann bara fínt. Ég söxa bara hvíta hlutann. Við getum að geymt bara græna hlutann og nota hann í eitthvað annað, salat og svoleiðis. Hvíti hlutin er auðveldar að borða svona hráan, en græni hlutin er oft svona trefjar í honum. Þannig að það er erfiðara, svona ekkert erfitt, bara svona aðeins erfiðara að tyggja það. Svo ætlum við að saxa graslauk líka. Nú verður að passa sig að maður er að saxa kryddjurtir, að láta hnífinn vinna, ekki bara kremja þér. Ef þið kremja kryddjurtirnar þá fer safinn úr þeim og það verður svona bara ljótar og allt bragðið fer bara í brettið í staðan fyrir að fara í matinn sem maður er að elda. Þá er komið að ég að snúa kjötinu. Svo ætla ég líka að setja avokado eða lárperu í kartöflusalatið. Skemmtilegt svona að hafa svona feitan ávöxt með. Svo ætlum maður að skera avokado og er gott að taka svona skeið og skafa það svona inn úr hýðinu. Þegar maður er með avokado þá er mjög gott, ef maður ætlar ekki að nota allt, að geyma steinin áfram með því sem maður ætlar ekki að nota í sama dalli og þá verður það ekki svona svart. Steinninn heldur því lifandi. Ég ætla bara að hafa þetta frekar gróft skorið. Svo blanda saman. Svo ætla ég að bæta smá svona smjörklípu út á nautakjötið til að fá svona gullinbrúna áferð á brauðraspinn. Setja svona eins og 2 matskeiðar.
Þá er þetta svona. Svo ætla ég að snúa því aftur við. Lefa smjörinu að komast á þennan helming líka. Þannig kjötið tilbúið, við ætlum að taka það af og setja á disk. Það sér það oft þegar safinn eins og þess byrjar að koma í gegn. Þá er það bara tilbúið. Þá eru bara kartöflurnar tilbúnar. Þá ætlum ég bara að sigta vökvann frá þeim. Svo ætlum við að taka kartöflurnar og skera það bara í tvennt. Setja það út í dressinguna. Ég finnst rosalega gott að hafa hýðið á kartöflunum. Það er líka talið vera rosalega hollt og gott fyrir tennurnar. Svona. Svo bara að blanda. Svona volgt kartöflusalat. Svo er það bara að setja þetta á disk. Ég ætla að setja það hérna á disk. Ég ætla að taka svona camembert-ost. Núna finnst mér líka til dæmis ekkert endilega þurfa sósu. Það er ekkert alltaf að hafa sósu með mat. Ég ætla að nota ost sem svona fitu og svona í staðinn fyrir sósu kannski. Þetta er svona kjöt. Svo bara ostsneið. Svo kartöflusalatið. Sem er líka dressing á, þannig að kannski ennþá minni þurfa á sósu. Bara svona. Svo svona grasleggisskraut. Það er sætt. Svona. Og verða ykkur góð.